Ég segi að við snúum þessu við, förum bara inn í leikinn. Góða kvöldi og velkomin til þessa útsendingu frá opnudeild Tölvulistadeildarins í Overwatch. Við erum komin í undanúrslit núna. Þetta er fyrri undanúrslitaleikurinn okkar, þar sem að Musteri og Djöflar eiga við. Ég heiti Óli, og með mér í kvöld er hann Rúnar. Vertu velkomin. Takk fyrir það og gaman að fá að vera með þér hérna í kvöld. Ég hugsa að þetta verði alveg spennandi leikur. Já, er það ekki? Þetta eru annað og þriðja sætið hjá okkur í deildinni núna, þetta tímabili. Svoleiðis að þetta lofa góðu og ég var að fara yfir svona fyrir leikinn og meðal annars er gengið liðan þetta sama. 6 sigrar og 2 töp. Ok. 6 sigrar, það er vel lagt sko. Já, af 8 leikjum. Já. Þar sem að Djöflar eru með +-8 og Musteri eru með +-11 í þá stigatölu eða maps eða Umferðar í rauninni. Já, eða svona, já. Það er hver umferð einn mapp. Já. Og í fyrri viðureign þessara liða þá unnu Musteri tiltölulega þægilega 3-0. Þar sem að þeir í Djöflum pikkuðu New Jersey og Kings Row. Þau buðu þeim báðum. En Það er ekki hættulegt. nei, Það lenda í því. nei, en það var þetta fyrsti leikur tímabilsins og þetta er auðvitað mjög nýtt lið sem að við erum að sjá hérna hjá Djöflum bara sett saman bara fyrir þetta tímabil og spilarar sem hefur ekki spilað mikið saman, þannig að kannski voru þau ennþá að svona, hvað ég segja, bara ná að vinna saman og læra inn okkur annað. Já, að mynda kannski bara svolítið liðsheild en ekki einstaklingar að spila saman. Einmitt, sem að er svo mikilvægt þegar þú ert að spila á móti góðum liðum eins og eru í Tölvulistabikarnum. Já, þú spilar á þessum svona háa standard sem er settur í þessum deildum að þá verður bara að vera með 5 manna lið en ekki 5 einstaklinga sem eru að keppa saman. Það bara er algjör herslumunur í því að kunna vinna saman af því að Overwatch er svo mikill liðsheildarleikur. Já, hann er það og gengur þetta fyrst og fremst út á liðsheild og teamplay. En fyrsta mapp er Busan eins og í öllum undanúrslitaleikjum í þetta tímabilið, bæði í Tölvulistadeild og í opnudeild. Svo sannarlega mjög svona fjölbreytt mapp þar sem að er hægt að spila mjög mikið af mismunandi teamcomps. Já, og við höfum nú lýst þessu mappi alveg nokkrum sinnum áður og þá einmitt höfum við farið yfir að hversu ólíkir og mismunandi þessi punktar eru og hvað virkar best fer rosalega eftir því á hvaða undirmappi þú ert, punkt A, B eða C á Busan. Já, það skiptir svo miklu máli af því þeir eru hver og einn sérhæfður út af fyrir sig. Já. Þú veist, einn þeirra er þarna inni sem heitir Mecha-Base. Hann er mjög mikið byggður sem Rush til dæmis. Já, og mikið, og þú getur farið long range hitscan af því að þú ert með hérna brúna eða high groundið hinum megin þar sem þú getur fengið og það er mikið af off-angles Já, á þvert á MD-mappi. og upp og niðri líka sko. Já. Punkturinn mitt er þarna á milli tveggja high grounda þannig að þú eiginlega verður að vinna fyrsta bardagann til þess að fá punktinn en ekki ætla að reyna að fá punktinn í miðjum bardaga. Einmitt, og svo getur ekki haldið á punktinum af því að þá ertu bara að bjóða andstæðingunum upp í að umkringja þig og skjóta þig úr öllum áttum og þar sem að þú getur raun og veru þá bara ekki neitt gert. Það er alveg hárrétt að það bara er mjög leiðileg og vond staða að vera í. Já, mjög erfitt.
En Þannig að- fyrir maður yfir liðin, þá eru þau frekar mismunandi. Þú veist, djöflar mikið með Orissu til dæmis, með Blitzett á tankinum. Já. Á meðan Musteri hafa verið með Ender þetta á tankinum og hann er mikið á Sarju til dæmis. Já, Zarya D.Va eru hans mest spiluðu hetjur þetta tímabil. Á meðan að einmitt Blitzett er Orisa og D.Va langmest. Þannig að Og Sarjan til dæmis virkar bara lygilega vel yfirleitt á móti Orissu. já, Þannig að það er Algjörlega. spennandi að sjá hver nær yfirhundinni svona til að byrja með á milli þessara tanka í kvöld af því að spilararnir út af fyrir sig eru báðir virkilega sterkir. en við erum auðvitað ekki með Endertat á tank í kvöld. Það sem að það vantar hjá Musteri. Svo að Viki hoppar inn á tank og Endertat fer yfir á DPS. Og fyrir þá sem hafa fylgst með opnadeildinni þetta tímabili þá held ég þurfi ekki að segja hvað við erum að fara að sjá þá koma út hjá Musteri. Ég efa að það þurfa að segja það en við skulum samt segja það. Já, Viki er bara þekktasti Doomfist One Trick landsins akkurat núna já, og svo þá víða að vera að leita að. og má líka bara eiga að hann er bara mjög góður á þessum Doomfist og lætur hann Fáránlega, virka alveg já. sem hvað er á mótunum og þó hann eigi ekki að fá að láta hann virka sko. Já, algjörlega. Og við höfum spilað á mótunum eða skrimað á mótunum og það er bara ógeðslega erfitt að eiga við hann. Það er hræðilega erfitt stundum. Fer samt svolítið mikið eftir möppum en aftur á móti er Orissan hjá Blitzett alveg sterkur counter fyrir Já. fyrst. Mjög. Og jafnvel sko GKR á þessum Hitscan, Ash, Já, hann Cassidy, eitthvað svona. Hann Já. setur mikla pressa á hann kannski áður en Doomfist kemst inn í þá og gæti þarlandi verið reynst honum Vika svolítið erfitt að ætla að opna dæfið. Já, algjörlega. Og sömuleiðis er Snar virkilega sterkur fara-player og það er rosalega erfitt fyrir Doomfist að eiga eitthvað við föruna. Hann verður eiginlega bara algjörlega að treysta á að DPS-andir hans séu að gera eitthvað. Hann getur voða lítið gert í förunni. En við erum að Já, það er hoppa mjög inn á erfitt. búsan. Það er mjög erfitt fyrir Já. Doomfist að ætla að díla við eitthvað sem er fljúgandi upp í loftinu af því að hann getur það ekki sjálfur. Og Einmitt. ef hann ætlar að koma sér eitthvað upp í loftið þá er hann strax búinn að nota eitt sterkasta ability hans til þess að annarkvort koma honum inn eða út og þá á hann bara eitt eftir. En til þess að ná targetið í loftinu þá þarf hann að nota bæði abilityin sem að hleypa honum upp í loftið og út úr fætinum. Já, einmitt. Og ef hann hittir ekki þá er hann búinn að nota öll abilityin sín og faran er ennþá á lífi. Já. Og hann fellur fyrir Viki bara. Já, algjörlega, hann getur ekkert gert. Það. Hann festist bara ekki þarna inni og verður þá annarkvort að vera með bara bestu supporta landsins til þess að halda honum lifandi eða bara að falla og koma aftur. Já, En nú fyrir við alveg að detta inn á punktir bara. já, við byrjum á Downtown sem er mögulega besta Doomfist mappið af þessum þremur. Ef þú spyrir mig allavega, þá Já, ég er bara sammálaður. Ég held að þetta sé bara besta Doomfist mappið. Frekar lokað en mjög samt opið upp á að ná dive. Það er samt lokað upp á að horfa á hann úr öllum áttum. Það er alltaf eitthvað til að fela svo bakvið. Já, einmitt. En við erum komin hérna inn og við sjáum það að það er Genji og Widow hjá Musteri ásamt Doomfist, Önu og Juno. Og hinum megin í hjá djöflum er Snar á Genji, GKR á Cassidynum, væntanlega breiknaði með Doomfistinum, Blitzett á Junker Queen, Helenso Brigg og Varian á Juno. Mjög ekkert skrítið svo sem þarna. Ekkert sem kemur manni óvart þannig séð. Nei, reiknuðu með Doomfistur ákváðu að fara frekar í áttina að Junker Queen heldur en Orisu sem að er
svo sem bara, já. Sjáum hérna að Junker Queen að taka mikinn skaða en hún sömuleiðis að valda honum líka, Snar með mjög gott play, tekur út Endertat og nú eru tveir fallnir hjá Mystery, aðeins einn hjá Djöflum en Viki að vinna ekkert eðlilega gott starf hérna og nær að taka út Blitzset en fellur fyrir vikið. Djöflar fá fyrsta kapp. Djöflarnir svolítið bara að setja sig upp í kringum en Doomfist. Þeir áttu von á honum og eru eiginlega bara að reyna að koma í veg fyrir að hann fái að komast inn í þá. Já. Reyna að valda honum nóg miklu skaða áður en hann kemst djúpt inn. Sjáum að Endertat að nálgast bleitið, stúfur sömuleiðis nanói. Það er voða lítið sem að Djöflar geta í raun og veru gert gegn nanobleitinu hérna. Velkomin aftur eftir það voru eilitlar tækni örðuleikar. Þetta er allt að koma. Við erum bara að fá staðfestingu frá liðanum hvort þið séum ekki örugglega öll tilbúin í að halda áfram. Þá bara förum við beint inn. Alveg á fullir í siglingu. Á bullandi hraða og við erum komin aftur af stað þar sem að Djöflar eru 1-0 yfir hérna á Busan. GKR nær út Gullós. Og Djöflar ná fyrsta kappi á punktinn. Má ekki gleyma sér en þá byrja prósent bara að tekka upp þó að þú viljir það ekki. Já, og prósenturnar tikka bara upp sama hvað þú ert að gera. Þú ert að hugsa eða hvað. Koma út mörg ability hérna úr Djöflum, Mystery að gera vel að reyna að forsa þetta út, núna þurfa þeir að gera eitthvað í þessu, koma sér inn hérna, reyna að ná einhverjum pikum sem þeir eru að gera virkilega góð opnun hérna hjá Vika og Gullós. Spurning hvort þið geti nýtt sér þetta eitthvað, nei, báðir supportarnir dánir hjá Mystery, þetta er ekki góð byrjun, Blitzset reyndar fellur hérna fyrir Vika en Viki einn eftir hérna og nær reyndar að komast út lifandi sem mjög mikilvægt þetta fyrir recontestið. Blitzset fer alveg að detta. Já, 50% strax. Helen svo alinn þetta brúnni, Viki nær henni ekki. Bryggin auðvitað sterk inn í Doomfist. Kemur út snemma ult hérna frá Varian, Stúfur svarar, Gullós fellur snemma, þetta er ekki gott. GKR með ulti, nær út Stúf, fékk þennan eina sem hann þurfti þarna, þó hann neyði ekki Vika líka. Og Endertat low, Magnús fellur og þetta annar fight fyrir Djöfla og það eru 70% á skorbortinu. Já. Komið í 80 áður en að Mystery kemst upp stigann. Einmitt. Þetta er mjög fljótt að gerast. Þeir verða bara að fara inn hérna. Þeir eru með 3 ult á móti, 2 næstu því kemur út snett bleitirna. Tekur út, þetta eru strax 3 fallnir í liði Mysteries, þetta er alls ekki gott og þetta er map 1. Þetta er map 1 fyrir Djöfla. Já, þeir ná ekki þessi. Viki nálægt í. Ég verð bara að segja vá. Já. Bara Djöflar komið svolítið óvart hvað þeir náðu mikið að halda aftur að þessu Doomfist dæfi hjá Mystery. Algjörlega. GKR með play of the game. Lokinn á fyrsta hópus, hann náði 3. Tekur út þarna líka Endertat í bleitinu. Þetta var alveg þarna í endan. Smá BM, það er ekki með því. Nei. Það verður að vera hitt í þessu. Já, það er ekki gaman að þið öðru sig. Einmitt. Við erum þá á leiðinni í Mappik Mystery. Já, hvað ættir að þið veljið? Ég er með hérna skrifa hjá mér hvað þeir hafa verið að velja og Dura Vasa ekki ólíklegt. Colosseo möguleiki. Annars þetta mjög mikið hefur rosalega mikið verið pikkað Escort á móti þeim og þeir eru með ágætis sigurhlutvall á Escort. Sömuleiðis Kings Row, Mystery auðvitað, mikið rush lið.
og Já, Musteri fílar að spila mjög hratt og íta já, bara mjög mikið áfram. algjörlega og bara í raun og veru valta yfir þig þetta lið auðvitað með stúf sama hvort að hann sé á Lucio eða Kiriko eða hvað hann er að spila þá sérstaklega Lucio hann keyrir mikið upp hraðan og virkilega sterkur Lucio player og það er gott að spila í kringum hann nær mjög mikið að virkja liðsfélaga sína með að búbba inn í tankinn andstæðingum eða bara vera með speed á hárréttum tíma. Já, Svoleiðis hann er virkilega sterkur á þessum Lucio og eins og segir, hann bara hleypir liðinu sinu í að gera það sem að þeir vilja og hann bara deyr ekki sjálfur. Hann bara Já. heldur alltaf lífi sem þegar hann er annarkvort alltaf að spýta þig áfram til þess að hleypa þig lengra áfram eða þá að híla þig upp. Lucio reyndar hílar mjög hægt og lítið en Já. hann er fljótur að fá ultið sitt ef hann er að híla. Algjörlega, hann er það og já, Stúfur virkilega sterkur á sín moment eins og flest allir Lucio playerar þekkja þegar þú verður aðeins of gráðugur eða svangur en það er líka bara allt í lagi, ég meina hann er spilari sem að fær oft út úr því sem hann vill en aðeins inn í hvað voru djöflar að gera svona vel að þínu mati á þessu fyrsta mappi? Ég held bara hreinlega að þeir hafi bara komið í veg fyrir að Viki hafi fengið value sem að hann var að leita eftir. Já. Viki var bara að hoppa inn á eitthvað annarkvort lágan eða eitthvað sem var út úr stöðu aleinn en leið og hann gerði það þá voru bara allir hinir í djöflum sem að bara horfðu á Vika og þrýst honum bara út aftur. Já. Hann fekk ekki að hanga inni til þess að ná pikkinu og þar af leiðandi fær hann bara ekki sama value og hann vill og ætti að fá. Einmitt, já, sömuleiðis mér fannst taka eftir á vissum tímapunktum þegar djöflarnir leyfa einmitt Vika að komast inn og gjöra svo vel, farðu inn, hann nær ekki pikk eða nær einu pikki og við erum með Junker Queen sem er með shout, við erum með Juno sem er með speedring liðið þitt er bara, þú mátt vera að killa í veggi eins og þú vilt það skiptir okkur engu máli og við sáum það svolítið sérstaklega á seinna mappinu á Mechabase að Viki fór inn og svo bara leið og hann lendir og áður en hann er pikki að þá eru báðir supportarnir kannski í musteri dauðir fyrir Queen Já, bara þeir splittu Vika frá restina liðinsinu og lögðu upp á restina og þú veist þó að Viki hefði þá einmitt náð einum að þá er að ná 4 miklu meira virði heldur en ná einum. Já, algjörlega og þá eru 4 í liði djöfla að elta 1 Doomfist. Já, sem þýðir að Doomfistin þarf annarkvort að investa öllum abilityum sem hann hefur og inn í því er ultið hans annarkvort þá til að koma honum út eða ná öðru pikki en það er bara ekki þess virði þegar þú ert með bæði Juno speedið og Junker Queen shout bara þá eru þeir einfallega bara fljótari. Já, algjörlega. Þeir eru fljótari að koma aftur þannig að ef að Viki myndi ná 2 og falla sjálfur á sama tíma að þá ef það er einhver sem er að spána með Vika á sama tíma að þá eru djöflarnir bara miklu fljótari að koma tilbaka heldur en þessi eini hjá mustari. Einmitt, algjörlega og þarna sýnir svolítið veikleika Doomfist-kampsins þegar Doomfistin fær ekki value. Já, Doomfist-kampið er í raun og veru bara eingöngu byggt í kringum Doomfistin. Já. Og Doomfistin verður að fá value eða koma einhverjum í slæma stöðu til þess að liðið hans fái value fyrir það. Eða hreinlega bara virkar ekki. Já, algjörlega. En við sjáum að musteri velja Kings Row sem er einmitt mikið rösma. Mjög mikið rösma. Og mapp þeirra svona í gegnum tíðina hefur oft verið. Já, bara síðan að musteri byrjaði held ég bara. Hefur alltaf verið rösslið og það hefur verið í almennum bikarnum bara síðan hann byrjaði ef ég man rétt.
Já, Já, var þetta gott ef ekki öðruvísi þarna fyrsta sísunni. Það var liðið svolítið, það voru liðsmenn liðsins aðeins öðruvísi, en liðið hefur samt haldist þarna inni síðan í byrjun. Já. En hefur samt alltaf haldið í sama spilunarstílinn, þar sem þeir vilja bara keyra hratt áfram og vinna út frá því. Já, algjörlega. Algjörlega. Við sjáum að þeir eru ennþá með Vikka á Doomfist, þeir eru með sama. Nú er Skaufur undan hérna kominn inn á Ash. Á meðan að djöflarnir eru með Echo, Ash, Ana, Brigg, Winston. Áhugavert inn í Doomfist. Verður að segja. Það er bara með full monkey dive Já. á móti Doomfist. Komp sem að við erum sjáum oftar á möppum eins og Watchpoint, Gibraltar og Dorado og annað, en djöflarnir ætla að reyna þetta hérna á defense. Það er auðvitað mjög erfitt. GKR, Helenso og Varian spila þarna þrjú saman bara einhverstað lengst í burtu og reyna að ná, en þarna reyndar fellur Blitzset en á sama tíma Deyja 2, þetta eru 3-3 hérna, en Vikki er ennþá á lífi en Blitzset ekki. Þannig að djöflandir verða hreinlega að bakka hérna, koma sér aftur upp á hægrandi. Þeir geta gefið 1-2 tikk áður en þeir koma aftur inn. Varian að spila mjög hættulegan leik hérna fyrir neitið, ég veit ekki hvort þetta hafi verið þess virði, kannski hafa Gullós fellur. Núna verða djöflarnir að koma aftur inn hérna, hvað gera þeir? Kemur Snar, dettur inn, Snar er mjög lágur, tekur út Stu, hann fellur ekki fyrir það, þetta er mjög fín byrjun, þetta er hérna 1-1. Blitzset virkilega lágur, Blitzset fellur, Snar er að reyna að gera það sem hann getur, hann bara reynilega nær ekki, nú nær út koppíinu, nær hann einhverju með því, hittir ekki pönsið sitt þarna, kemur út nanoið, slípið sömuleiðis, Skaufur rættið, nær hann að fylgja því eftir, nei er svarið, Skaufur er ennþá á lífi einhvern veginn, fellur þarna loksins, en á sama tíma eru Musteri bara komnir aftur hérna inn. En það verður bara að drepa þessa Echo, hún er að gera allt of mikið. Snar heldur áfram að fara inn hérna, tekur út Stúf núna og þeir eru komin með 2 tikk á punktinu Musteri, en það er mikið, það er lítill tími eftir, þetta er undir 2 mínútum hérna. Vá, þetta ríkandast hjá þessari Echo hjá hún Snar. Bara að hreinlega ná að klára að byggja upp ultimatið, nota ultimatið og bara hreinlega ekki falla. Algjörlega. 4 ef ekki 5. Já. Stórt neit að það Gullós fellur, Skaufur hins sömuleiðis, Vikki er lágur, Vikki verður að bakka út. Ekkert ult sem fór í þennan fight, það eru fullt af ultum í boði, það eru 3 næstu því 5 hjá djöflum. Og 4 í boði sömuleiðis hjá Musteri. Blitzset fer mögulega mjög aggressíft hérna fyrir Primal Rage. Kemur út hérna Orbital Rage frá Magnúsi snemma og Stúfur fylgir eftir með sínu og Skaufur með risastórt þríkja hérna. Notar Orbital Rage frá Magnúsi til þess að ná hérna auka damage-inu. GKR reynir að klóra í bakkan með 2 en fellur svo fyrir bleitinu hjá Gullós. Rosalega vel gert hérna. Eingöngu Blitzset eftir á Monkey á Winston sem er að reyna að fæta þarna við Gullós. Nær Gullós hins vegar en ætti ekki að lifa lengi, kemst ekki út lifandi. Snar er með koppi, nær að koppi að Doomfistinn en nær ekki að komast inn á punktinn og þeir ná punktunum. Þetta er mikilvægt og núna þarf að passa sig að Echoan komist ekki út lifandi ef mögulegt er. Sem hún gerir, tekur reyndar hérna 1 með sér og GKR með annan. Vikki var ekki alveg viss hvað hann var, gat ekki elta hann eftir þarna, engin supportar hjá Musteri þegar þeir byrja að ýta. Bæði lið að spila mjög erfiðan leik hérna. Eina sem hefur verið að gera herslumuninn svona að mínum vati er að Velgerða að gera þarna. með neit. Já, í raun og veru eini fætinn sem vannst úrlaus á tiltölulega góðan hátt var Varian með stórt neit á báða DPS-a Musteris. Nano Monkey hérna frá Blitzset nær hann einhverjum, hann eru allir í liði Musteris að skjóta hann á sama tíma, þá
er bara nanoð ekki nóg til þess að halda hann á lífi. Magnús að fylgjast með, það er einhver að sniglast og hann veit af því. Það er Snar, nei ekki Snar, hver er það? Er það GKR sem er, já það er GKR sem er alveg lengst í bakinu á Mystery. Kemur stórt neit þarna frá Varian, nær engum hins vegar. Meteor Strike frá Vikka, tekur út engan. Mystery í raun og veru einum fleiri hérna af því að GKR er svo rosalega langt í burtu. Þeir þurfa bara að snúa sig við og halda áfram. Blitzit er fallinn. Hamra járnið meðan það er heitt, halda áfram að lappa inn. Bobbin er ekki að fara að gera neitt þarna frá GKR, hann er svo rosalega langt í burtu. Kemur út Orbiter Ray frá Magnúsi. Þetta er það sem þeir þurftu til þess að klára þennan fight. Spurning hvort þeir nái Varian eða Blitzit hérna. Sane kills. Vikki vill meira, Vikki vill ná og tekur út Varian. Blitzit kemst eins og er út lifandi. Mjög góðu stakkar hjá Mystery, Vikka og Skauf þarna að fylgja þessu eftir. Núna verða djöflar eiginlega bara að endursetja sig alveg og finna kannski stórt neit og já, mögulega Nanoblade. Kemur út fellur eins og fyrir, en gerði Snar nógu lágan. Þetta hann fell, en þarna fellur tveir. Þetta eru 3 á móti 4 og Stúfur fellur sömuleiðis. Þetta er einmitt stoppið sem að djöflar þurftu. Eingöngu 1 ult, taka force, næða út High Noon frá Skauf og vinna fightið. Þeir eru með Nanoblade, þeir eru með Rally. Á móti Rally, Visor og Meteor Strike. Nú má og kemur út Nano hérna á Snar, hann fer inn. Stúfur svarar með Rally. Snar nær eingöngu Magnúsi með þessu Nanoblade'i. Spurning hvort það hafi verið þess virði þegar Blitzet fellur. Nú eru engin ultir í boði hjá djöflum en 2 ult ennþá hjá Mystery sem eru reyndar ekki, sem eru að tapa þessum fætina. Nú verður Vikki mögulega að bakka út hérna. Hann er með Charge Punch, hann verður að reyna að halda sér á lífi. Næði ekki. Brigg er auðvitað mjög óþægileg fyrir Doomfist. Sérstaklega góður Brigg-spilari. Sjáum það að það eru bara 50 sekundur eftir á gluffinni, þannig að þetta er að ég held djöflum í hag. Að það er tímaflenga Mystery. Þetta er að spilast vel upp fyrir djöfla hérna. Það er eingöngu Visor í boði. Orbiter Ray svo sem ekki langt í burtu frá Magnúsi. Kemur dæfi núna. Taka út GKR og Blitzit. GKR er með Bob. Gæti verið mikilvægur hérna í Final Fight. Verða að ná Snar hérna. Vil meg ekki leyfa Snar að taka eitthvað með sér eins og hann hefur verið að gera. Er svo dýrmætt þegar að Snar tekur eitthvað með sér svona rosalega seint. Núna þurfa þær að lappa inn í Orbiter Ray og Visor. Þetta er mjög erfitt. Kemur út neitirna reyndar. Og GKR bara snæpa niður Gullós. Varian og Blitzet hins vegar falla. Þetta ætti að vera að spilast fyrir Mystery hérna sem ættu að vera að horfa upp á það að ná kappi. Full kappi hérna. Þeir gera það. GKR nær ekki að snerta. Full erfitt fyrir Mystery. En ná samt öllum tímanum af þeim. Já, einmitt, ég segi það. Já, djöflar ná öllum tímanum af þeim sem bara gerir þeim lífið aðeins þægilegra. Já. Þú veist, bara það að þeir ná með yfir hálfa mínútu ef ég maður rétt, að þá fá, nei, yfir mínútu. Þá fá Mystery ekki að íta á þá aftur. Nei, þá fá þeir ekki gera árás. Einmitt. Við vitum að við reiknum með því sama frá Mystery hérna, líklega. Já, ég myndi ekki ráð fyrir því. Við fáum að sjá Doomfist. Það er spurning einmitt, já, eins og við sjáum hérna með DPS-ana. Þeir fara í eilítið meira svona varnarsinnaðri, passívari playstíl og einmitt Gullós á Reaper. Það á að reyna að gera Blitzit aðeins lífileitt. Það á að setja, já, mikla pressa á Blitzet og Snar held ég líka.
Af því að Já. Snar hefur verið að elta Blitzed alla leið og leið og Snar er búinn að nota deflecti að þá er hann bara frítt target fyrir Reaper. Algjörlega, og Reaper líkt og Genji, það er auðveldara fyrir Genji að hitta skotum þegar hann er nálægt. Reaperin gerir miklu meira damage nálægt, þannig að þeir halda því sama. GKR er reyndar hérna á Cassidy en ekki á Ashe. Fílaði þetta pick hérna inn í Doomfistinn á að reyna að neita honum inngöngu hérna inn í baklínuna sína. Blitzed að taka mikinn skaða, en þetta er bara nanocharge. Þeir eru bara að byggja upp nano hérna, djöflar á sama tíma. Þeir mega ekki vera að skjóta apan of mikið. Kemur dæfið hérna, Blitzed er orðin mjög lág, GKR sömuleiðis, GKR fellur, Helenso. Blitzed er orðin hálfur, Varian fellur hérna, mjög gott hjá Musteri. Ná að lifa af þetta dive frá djöflum. Snar hann að reyna að ná einhverjum, þeir voru komnir fullt framalega í Musteri. Var ekki með svo mikið últsjars fyrir að það skiptir ekki öllu máli ef hann hefði náð pickinu þarna á Veto. Spurning hvað Viki fer strax inn. Viki er orðinn mjög lágur, þeir slípa hann allt í hann og Viki fellur. Þetta er opnunin sem að djöflar þurfa hérna til þess að opna punktinn algjörlega galopinn og Gullós fellur sömuleiðis. Þannig að núna fær apinn svolítið bara að spila frítt hérna eins og hann vill. Það eru ekki eins margir sem geta gert eitthvað í honum. En Musteri fá auðvitað touchið hérna, Viki getur farið inn, það er ekkert ult í boði ennþá hjá Musteri og Blitzed droppar hérna niður, risastórt anti-nade. Náðu þetta 3 eða 4 inn í anti-ið, en á sama tíma eru þeir bara að falla í kringum, ná ekki að gera sér mat úr þessu anti-nade hérna frá Varian og þetta eru bara mistök sem að geta fellt þig á móti sterkum liðum ef þú nærð ekki að nýta þér svona tækifærið opnanir þegar það birtast fyrir þér. Blitzed er með Primal Rage, þannig að hann fer hratt inn hérna. Þeir taka út stúf snemma, en Snar fellur hins vegar sömuleiðis. Þetta er Blitzed Helenso hérna að reyna að gera eitthvað. Blitzed getur ekki mikið gert eins og er. GKR fellur, hann var nýkominn aftur eiginlega og þeir verða að bakka. Ná að neyða út Orbelda Reyið hérna, en Viki er ekki búinn. Viki er bara að byrja. Hann ætlar að fá fleiri kill hérna þó að koma anti-ið á hann. Honum er alveg sama, tekur út Helenso og er hættur í bili. Mjög vel gert þarna. Flott aggression og heldur bara áfram að labba og dæfa inn. Já, og hann sýnir það líka svo oft. Hann er með svo mikinn aga í það hvenær hann eigi að fara inn og hvenær hann á ekki að halda áfram að fara inn. Já, hann er með svo kallað trigger discipline. Já. Hann bara velur tímasetningar alveg upp á 100. Og kemur út Blade hérna frá, honum er búbað í burtu Snar og hann er að lenda í mikilli pressu hérna, tekur út einn, er virkilega lágur. Helenso og Blitzed eins og að falla sömuleiðis og Snar í baklínunni líka. Þetta er farið að líta mjög vel út hérna fyrir Musteri. GKR einn eftir, kemur út Nano, ég veit ekki alveg með þetta Nano, hann ætti nú ekki að ná að lifa af hérna mjög lengi. Hvað þá ná pikki og Varian er bara að stakka sig af því að þeir vita alveg af þér, kallinn minn. Þetta kemur, missir slípið á Doomfist og hann er að leika sér að matnum sínum hérna Viki. Sem á aftur, þeir eru að stakkara úr spawni 1 og 1, þannig að Viki getur lappað inn í þá og hann er með ultimatið sitt, þannig að hann getur farið eins aggressíft og hann vill og fær, Monopoly í spilið eins og maður segir, get out of jail free, bara hann kemst út af fangelsið þegar hann vill, af því hann er með ultið sitt þarna. Sjáum það að Blitzed er þetta komin á jump-up í þess, virkaði rosalega vel á fyrsta mappinu á Busan. Það er ekki hníf né exi þarna. Á sama tíma er Viki að valda svo miklum usla í baklínunni. Þeir verða að fara að ná einhverjum pikkum hérna, djöfla. Þegar það kemur út risastórt út hérna frá Hvernig, en á sama tíma eru pikkin bara ekki að falla fyrir djöfla. Risastórt út þarna hjá Blitzed en það bara stærri 2 support ult frá Musteri og það er 1-1. Þetta var erfitt attack fyrir djöflana. Já, mjög. Og bara algjör andstæða 2-0
Busan sem að var fyrsta mappið okkar. Já. Þú Sem að sagði sí- einlega ekki til stöðu liðana. Nei, sem að sýnir það sem að við höfum svo oft talað þetta map pick getur verið svo rosalega dýrmætt fyrir þessi lið að fá að komast á sitt map inn í sinn þægindaramma og annað þar sem að þú ert búin að æfa þig mest á og líður vel á. Já, bara það segir sig sjálft. Þú velur mappið, það á að segja að þú eigir að vera betri. Þú sért undirbúinn með Já. eitthvað stratt Þú og ert tilbúinn fyrir það og ekki endilega tilbúinn fyrir það sem þeir myndu velja. einmitt. Eins og En- kannski þetta. Þú veist, djöflarnir kannski ekki mikið að æfa Kings Row þar sem að þeir eru með núna Junker Queen. Já, Það er ekki þægilegasta map í heimi til þess að spila Junker Queen eða Winston á. nei, alls ekki. En Orisan, Blitzett Já. er búinn að sýna okkur það að þetta tímabil mest spilaði hetja Blitzett Orisa. Það er spurning hvort hann sé bara dottinn úr æfingum í Orisuna eða eitthvað slíkt. Mögulega af því að bæði Winston og Junker Queen eru hvorug í topp 3 hjá Blitzett. Mögulega bara að prófa eitthvað nýtt. Já, Það er svo sem alltaf gaman líka. jú, það verður að gera það einhvern tímann. En djöflar pikka Hanaoka. Þá reiknum við með mögulega Rush Mirror. Spurning hvort Já, að spurning Musteri hvort að Rush komi. halda vika eða hvað, en Blitzett fer væntanlega á Orisu eða Junker Queen hérna. Við getum reiknað með því líklegast Já, og við getum eiginlega halda sagt þá þetta. Helenso á Brigg og Varian fer þá á Juno. Já, það er svolítið sjálfgefið á Hanaoka að fara Rushcomp. Já, Það er í raun, það er svona undirstöðlinn af því er í rauninni svo sami, alveg sama hvernig Rushu tekur. Þetta er bara spurningan að þú ætlar að vera á undan, upp á high ground eða hægra megin, annarkvort. Og þú ætlar bara að eigna þér plássið sem þú vilt eignast. Þetta er í rauninni Rushcompið og þú getur tekið teamfight inn á milli þar sem að þú ert ekki einu svona að reyna að fella alla andstæðingina. Heldur ertu einungis að reyna að ýta þeim aftur á bak til þess að fá plássið. já, algjörlega og það er svolítið sem að Rush Mirror gengur oft út á. Bara hver nær að stjórna plássinu, hver nær að er með meiri yfirráð yfir plássinu sem er í boði. Já, og ef þú ert í Rush Mirror þá áttu meira að reyna að eigna þér pláss sem er ekki í boði. Já. Þannig vinnuru í raun og veru með því að skríða áfram lengra inn í andstæðinginn og ýta honum eins aftarlega og þú getur. Já, og Rushið spilast líka mikið minna upp á tímasetningar heldur en dive. Diveið er mjög tímaþröngt af því að þú þarft að bíða eftir ákveðnum abilities frá vinnunum, þú þarft að bíða eftir að sé einhver einn á veg einhvers staðar og þá þarft allt í einu að vera tilbúinn með helst 2 ef ekki 3 spilara til þess að fara á þennan eina. Einmitt, sem eru búin að setja upp. Já, og meðan Rushið er í rauninni bara að þið eru 5, þið eru alltaf 5 og þið segir bara 3, 2, 1 og labbið áfram. Já, og svo bara ákveður targetið þegar að það sem að býðst eða bara eftir aðstæðum. Já, þú í rauninni bara velur targetið sem að þú sem tankspilari ert að skalla hausinn við. Já, hvort sem að það sé DPS, tank eða support hinum megin. Sjáum að þeir fara í mjög svipað og þeir voru á Busan einmitt. Djöflar hérna og Musteri halda bara mjög svipað og þeir voru á mappinu á undan. Blitzett orðinn hálfur þarna, verður að bakka út en virkir sömuleiðis virkilega lágt. Þarna kemur Reaperinn mjög sterkur inn. Hann gerir svo mikinn skaða svo hratt þegar að Doomfistin fer hratt inn. Og þetta gæti verið hérna fyrsti punktur fyrir Djöfla. Mér sýnist ekki
Musteri ná að snerta, Viki er til alls líklegur. En mér sýnist ekki. Jú, og þó, hann nær að komast inn hérna, en hann er einn á meðan liðið hans er að reyna að komast inn og hann er orðinn svo lágur og fellur snemma og Stúfur sömuleiðis snar með 2 og Blitzett að halda áfram að hreinsa upp. Þeir ná fyrsta punkt þarna. Ekki komið eitt einasta elimination að ég held hjá Musteri ennþá. Nei, núna sjáum við aftur Djöfla fara yfir í það sem þeir voru að gera áðan. Það er bara, þegar að Viki fer inn, þá annarkvæmst snúa sér allir á hann eða labba í hinn áttina á restina af liðum. GK er með aggressív típi hérna, neyði Gullfoss í burtu. Hann vill ekki að hann fái þetta crossfire high ground þarna til þess að skjóta úr mörgum áttum á Jungle Queen. Viki er kominn inn, GK er hann lágur, búinn að nota reið. Snar tekur út Gullfoss þarna hins vegar. Snar er kominn með Dragon Blade. Spurning hvort að hann slíðri það hérna bráðum. Spurning, hreinlega þarf þess ekki þetta. Hann er að ná öllum killunum sem hann þarf án þess að nota bladeið. Magnús virkilega lágur, Viki sömuleiðis. Magnús Snar hérna með 3 í þessum fight og Viki kemst ekki út lifandi og þeir ætla alla leið í spawn. Ná einhverjum stakkar sérna, GK þú mátt ekki falla fyrir þetta hins vegar. Nær að bakka. Öll ult í boði hjá djöflum. Núna þurfa þeir svolítið að passa sig að nota ekki of mikið. En á sömu tíma þurfa Musteri að passa sig að nota ekki of mikið. Og nóg, það kemur hérna út Orbital Blade frá djöflum og Snar tekur 3 á meðan bara maður nánast blikkaði auga. Viki nota stræk hérna nær engum er orðinn virkilega lágur, ætti að falla. GK sem Snar ennþá að klára kill, ná loka höggum hérna, hægri vinstri og þeir eru komnir með 2, þeir vantar eitt tikk í viðbót og þeir eru ennþá með 3 út. Þeir kemur út rally hérna þegar Viki ætlar að þessa, Viki er orðinn virkilega lágur, kemur út Orbital Ray frá Magnúsi, þeir þurfa að reyna að gera eitthvað hérna, þeir eru strax öllnir 1 færri, 2 færri, 3 færri. Blitzett er ennþá með sitt út, GK sömuleiðis. Þegar Gullfoss er að reyna að halda sér á lífi, tekur út Snar þarna en það ætti ekki skipta miklu máli þegar að Skaufur notar hænu og nær engum. Stúfur nær að halda sér lengi á lífi þetta á punktinu. Magnús tekur út Helenso en það er bara ekki nóg. Gullfoss er á lífi á punktinum og er solo ultaður þarna af Blitzett. Smá style points þarna hjá Blitzett. GK með ultið á Skauf, Varian tekinn af Vikka en þetta er já, Viki er þetta með 2, þetta er alltaf möguleiki. Spawnið er svo virkilega rosalega nálægt hérna þegar þú ert að defenda. Snar reyndar hins vegar tekur út. Magnús þarna, Blitzett fellur og Musteri er að ná að snúa þessu við. Já, hérna hér, dömur og herrar, þetta var rosalegur fight. Þetta er akkurat clash. Það er bara annar liðin nær að íta alla leið á síðasta punktin, nær 2 stigum. Þannig að þeir eru ennþá að halda þeim 1 eða 2 færri eftir að hafa náð 3. punktinum. Nei, öðrum punktinum segi ég. Þetta er bara klassíski snjóboltinn. Snjóboltinn, já. Og bara ult economy var algjörlega í hag djöfla og í raun og veru bara áttu þeir að klára þetta þarna en þetta sýnir bara þetta game mode. Það er svo erfitt að ná full gaf og Viki hérna komið strax inn aftur, tekur út báða supportana hjá djöflum og hann heldur áfram. Blitzett og Snar eru að reyna að klóra í bakkan hérna. GK er hins vegar virkilega lágur. Nær að taka út, það er engin supporter báðum megin. En Viki er bara svo rosalega sterkur í þessari stöðu. Og Doomfistinn skapar svo rosalega mikinn usla þegar allt er komið á fullt. Og Varian hérna að stakkara sig til þess að reyna að komast inn á punktinn. Náður reyndar ekki. Vel gert. Juno moment. Já, Helenso með bryggina, halda honum lifandi líka. Góða pakka. Sjáum það komið aftur Orbital Ray Blade hjá djöflum. Þeir stíla líklega inn á að reyna að vinna þetta á því og núna þurfa Musteri að passa sig. Þeir hljóta að vita af því, rétt eins og við, að þetta er möguleiki. Það kemur hérna út, Varian er með Orbital Ray og Snar með Blade. Gullfoss svarar þessu, Snar er stikkaður af Skauf þarna. Þetta er 3-2 hérna og 1 eftir Skaufur. Skaufur 1 eftir hérna. Þeir vita
ekki af honum sýnist mér. Hann nær touchinu hérna, lappar hins vegar inn í 3 ultimate Musteri með touchinu. Þeir ná að koma hérna inn 5 hins vegar. Snar tekur út Gullós, GK nær Magnúsi, 3 á móti 5 hérna. Þetta lítur ekki vel út fyrir Musteri sem verða að halda sér á punktunum því að punktunum alveg að detta í vil djöfla sem hann gerir og það er 2-1. Virkilega flott frammistaða hjá djöflum þarna. Já, og sjáum hérna Orbital Blade'ið líklegast hjá Snar. Þetta kombo svo sterkt. Já. Nei, þetta er... Hann þarf ekkert ultimate þessi gæi. Hann bara sett hann að hann sá þetta klínu. Já, smá. Hann nefndi ekki að klára að vína. Nei. En bara svona til að taka það samt fram, þetta Juno Blade er svo ótrúlega sterkt að því að bæði er Genshin að fá í rauninni, hann er í rauninni að fá báðar leiðir á Mercy stafnum á sama tíma. Já, nákvæmlega, hann er að fá heal og damage boost á sama tíma, hann er að fá 85 heal á sekundu. Þannig að, hvað ætlar að gera? Ég meina, hann er að dassa í kringum allt saman og þú hittir hann einu sinni, já ok, 2 sekundur búnar, heyrðu, hann er komið 170 halv til viðbútt, hvað ætlar að gera? Svona eiginlega það eina sem getur gert í er að vera með Widow og headshot hann bara. Já, eða stikka hann með... Já, eða stikka hann með það virkaði líka. Já, ég vil fá þetta í highlight reel takk fyrir frá Skauð þarna, þetta var rosalega púlsbom. Það er svo erfitt að stikka Genji þegar hann er í bleiti. Bæði það hann dashar áður en hann púlar bleitið og svo dashar hann eftir hann púlar bleitið. Það er hálft mappið sem hann kemst yfir hann með 2 dash. Já, og svo var hann með double jump og bara, já. Og deflect. Þannig að, já, Musteri eiga mappi. Spurning hvað þeir eiga inni núna. Mjög persónulega grunnar að sé annað rush map. Þó þeir séu að halda í Doomfistinn. Já. Ég held að séu bara að fara að reyna stílinn á það að djöflar hafi ekki verið tilbúnir í rush map með Doomfist. Mögulega. Ekki ólíkleg pick hérna. Ég er að sjá Havana, Route 66. Eru alveg möguleg. Mjög vel. Já, og eru falla inn í bæði rush og dive. Þá er samt spurningin sko hvort að djöflarnir séu tilbúnir í þessi map. Algjörlega. Að þeir hafi þá æft að vitandi að þetta eru mjög góð Doomfist map. Já. Reiknuðu djöflarnir með því að Viki væri á tank eða voru þeir að reikna frekar með Endertat á Sariu og Orsu? Ég meina... Ég persónulega held að þeir hafi átt meiri von á því að Endertat væri á tank. Já. Sömuleiðis, ég er sammála því. Af því það er líka bara hægara sagt en gert að spila með góðum Doomfist. Já. Það er bara svo mikið í gangi að það er erfitt að elda hann uppi eða halda honum lifandi. Bara... Já, og þetta er svo allt öðru í þessi spiluna stíll heldur eins og margir aðri tankar að hvað átt þú að gera til þess að vera að hjálpa Doomfistinum eða ef við hjálpa honum að ná kills eða halda honum meira á lífi og annað. Þetta er svo allt öðruvísi spilunastíll heldur en aðri dive tankar til dæmis. Doomfist er bara öðruvísi spilaður heldur en allir hinni tankarnir. Já. Það er bara, ég get sagt það sjálfur sem tankspilari að hann er bara einn og sér. Það er ástæði fyrir þetta er Doomfist dive en ekki bara annað dive comp. Já, algjörlega. Það er að þegar Doomfist er bara spilar á vissan hátt og engin annar tank er líkur þessum spilunastíl. Algjörlega. Þannig að það er líka erfitt fyrir lið sem að Musteri reyndar að gera mjög vel hér að ná að halda honum lifandi og ná killum með honum. Að þetta er mjög erfiður leikur að spila þegar þú ert með Doomfist. Já, þetta er það. Og sérstaklega þegar þú ert á móti sterku liði eins og djöflum.
Já, ég tala nú ekki um það er ennþá erfiðara. Líka það sem er að gera þetta svo erfitt fyrir Vika bara GKR. Já, Bara ef að Viki fer inn, þá bara öll pressan frá GKR á þessum Reaper eða Cassidy, það á Vika. já, Og GKR núna bara mjög sterkur hitskansspilari og hann kann alveg að klikka hausa. já, og hann að Það halda er sér bara- á lífi líka þegar hann að taka mikla pressu frá þessum Doomfist. Liðið hans að hjálpa honum og hann að spila mjög vel upp á það að halda lífi þegar Doomfistin búinn að nota öll ability til þess að reyna að drepa hann og nær ekki að drepa hann að halda sér á lífi. Bara, Já, það bara svo mikils virði að falla ekki. já, Hvort þú ert að búa til pláss eða skaða, já, að þá bara ef að þú fellur, þá það bara svo mikils virði fyrir andstæðinginn. Af því að ef að segjum sem svo að GKR myndi falla við það að setja pressu á Vika, að þá það samt Vika í haga því hann myndi örugglega koma sér út úr fætinum, fá heal frá supportinu sínum og fara svo bara aftur inn áður en GKR kemst úr spáni. já, nákvæmlega. Við erum að leiðinni á Sterkur Royale. Já, annað frekar gott Doomfist map, Já, en og long range hitscan. já, en að vísu þetta samt líka allt í lagi Queen map, þetta allt í lagi Diva map, þetta allt í lagi Orisa map, Og þetta heimavöldur Sigma. þetta heimavöldur Sigma og Blitzett spilar þetta allt. Já, Þú veist, það er enginn af þessum hetjum sem að hann getur ekki spilað. einmitt. Svo mikið sem ég veit Já, og af því sem að ég hef séð, það var eini tanginn sem að hann getur ekki spilað Doomfist. já, Þú veist, hann hefur ekki sýnt okkur Doomfist og ég held að hann hafi Nei. ekki sýnt okkur Reinhardt. nei, Ekki það að Reinhardt er mjög það. lélegur, já, ekki það að Reinhardt er mjög lélegur á móti Doomfist, það er bara vitað. Já, En Reinhardtin gerir samt eitt sem að til dæmis Sigma getur ekki með skjöldin hjá honum, að hann getur bara haldið skildurinn. já. Og þegar getur hreyft hann þú svo ert með- með GKR og Snar og Varian Helenso og allt fyrir aftan þig, þá bara þarft þú ekkert að gera allan heiminn, sko. Þú þarft Einmitt. ekki að mála allan heiminn, Nei. þeir getur bara séð að mála sinn part og þú sér bara að halda þeim lifandi. Já, Þannig að Reinhardt gæti til dæmis virkað fyrir þá, þó að Blitzett hafi aldrei sýnt hann. nei. Þannig að þú veist, höfum alveg séð. það er allt í boði að mínum mati fyrir djöfla Já, já, á meðan einmitt musteri svolítið fast við þennan Doomfist sýnist mér, nema þeir ákveði að taka breytingu fyrir Endertad. Þá Endertad bara Sigma spilari sem mjög góður Sigma spilari, ætlaði að segja. já, mjög. En þeir halda að Vika ennþá á Doomfist í musteri. Já, ætla ekki að reyna að vippa út einhverju trompspili hérna. Nei, Þannig að sjáum hvað Vika tekst að búa til hérna. já, svo sem ákveðið trompspil að vera með Vika á Doomfist. Já, en ég myndi segja að það telst ekki vera trompspil margar umferðir í röð, að þegar Nei, yfirleitt alls ekki. breytist trompið Já, fyrir Já, það já. sem að spila vist. þú er að koma með eitthvað nýtt. Já, þú veist, það Getur breytir spilað á source sama- eða þá að það verði bara ekkert tromp. Þú veist, það er bara... Ef þú ert ekki með neitt trompspil, þá þarf þú hreinlega bara að vera betur í leiknum. Já. Þá Algjörlega. hefur ekkert til þess að setja fyrir á fóting fyrir andstæðinginn og þá bara ef að þú ert ekki einstaklingur hver fyrir sig betur heldur en andstæðingurinn, þá ert þú bara upp í vegginn að reyna að sparka þig frá. Sjáum áhugavert kompi hérna hjá döblum þar sem að Snar á Widow, GKR á Hanzo, Blitzett, Sigma, Helenso, Mercy og Varian Baptiste. Svona eiginlega klassísk Sigma komp nema það er Mercy hérna í staðinn fyrir Sen. Já, Mercy ekki mikið séð þetta tímabil.
Nei, alls ekki bara. En við skulum sjá hvað þeim tekst að gera. Doppelsnæper mútið doppelsnæper. Snar tekur út Vikka snemma. Damisbústi þarna að gera mikið. Vissi af Gullos þarna. Lægir honum hins vegar ekki. Kemur út grappleshot frá Gullos, sér engan. Vikki kominn aftur í fætinn, þannig að Musteri geta farið að setja upp aftur. Vikki kominn mjög langt inn þarna. Blitzer tekur út Skauf á sama tíma. Varian reyndar fellur, en þarna kemur Mercy inn. Það er res og Varian ætti ekki að vera dauður lengi, eða hvað? Ákveða að ressa ekki Varian þarna og vantar þá stærstan hluta heals á Sigma. Spurning hvort að þeir geti nýtt sér þetta eitthvað í Musteri. GKR fellur, nákvæmlega. Og Varian rétt að koma inn í fæti núna. Blitzer er orðinn hálfur nú þegar, er að taka mikla pressu hérna frá Doomfist. Er orðinn mjög lágur, neyðir út lampan hérna. Vikki mjög lágur sömuleiðis, en nær að halda lífi. Doomfistinn er svo fljótur að fara inn og út. Ná að halda Blitzer hálfum hérna, er að setja mikla pressu á hann. Leiðan til þess að nota öll abilityin sín og hann á í raun og veru engan skjöld hérna til þess að setja í andliti á Skauf. Snar kemur, nær einhvern veginn af pönsan þarna, Vikki. Snar er mjög lágur. Ætlar að ná Snar þarna. Gerir allt sem hann getur til þess að ná Snar þarna. Nær honum eins og er ekki. Er honum mjög lágur þarna, er inn í drekanum sýndist mér frá. Nei, það var engin dreki, en var að taka mikinn skaða. Lenso notar ultimatið sitt hérna. Varian er með glugga, Snar fellur, Vikki loksins tekur út Snar, hann fellur fyrir það og það kemur bara res í andlitið á þeim. GKR hins vegar reyndar á sama tíma og Blitzer, þannig að þetta ætti nú að vera, punkturinn er kominn og ættu að ná stakkar hérna á Snar og Helenso, fylgja þessu eftir hérna. Skaufur, hún er rosalega lág og Helenso nær ekki að komast út lifandi, vel gert hjá Skauf. Kemur út dreki úr spawn, GKR er væntanlega að fara að skipta hérna. Ekki nema að það hefur verið misklik. Ja, ekki nema að það hefði ítt á villu sem taka. Hann skiptir í Reaper, Blitzer á Jungle Queen og Helenso á Brigg. Snúa kompinu við. Kompi sem var að virka svo vel á hana Óka nema Varian er enda á Baptista því hann er auðvitað með gluggan. Vikki pönsar inn, gerir Blitzer hálfan. Bakkar út, kemur út, gluggi, þeir lappa bara hérna í gegnum gluggan hérna, nota bæði support-ultin sín í Musteri, en DPS-arnir hjá djöflum er að gera allt sem að gera þarf hérna og kemur út frá Skauf, ég veit ekki alveg með þetta, hann nær öllum byggunum, hann er að klikka alla hausa sem þarf að klikka hérna, drengurinn, og það er eingöngu Blitzer eftir sem nær honum, en það skiptir bara, Vikki þarf að bakka þarna, Blitzer nær að halda lífi, Varian er komin yfir á Juno. Stór fight hérna hjá sérstaklega Musteri, komu út stór út þarna, stór hnífur, Vikki eins og kemst út lifandi eins og hann þurfti þarna, og þarna fer Blitzer bara inn á baklínuna, spurning hvort að ná einhverjum hérna, Stúfur er virkilega í vandastellur, er að taka mikla pressu, en Blitzer þarf að bakka, veit sín mörk, snýr sér við, kemur út Meteor-strike frá Vikka, hver inn, gerir mikinn skaða þarna, Blitzer er mjög lágur, nær hann að fylgja því eftir, Blitzer er ennþá lágur, Helenso sömuleiðis, nú hann þarf og kom út Blade sömum áður megin, Blitzer sömuleiðis, Snar nær tveimur, Snar nær þremur, nær hann fjórða, hann nær fjórða. Og eingöngu Vikki eftir, hann kemst út lifandi þarna, Snar með sýningu. Ég ætla nú samt að segja að Blitzer svolítið setti þetta upp fyrir hann, þar sem að Blitzer var að taka allan skaða í heiminum. Já. Snar bara gat ítt á Q og labbað áfram. Það þegar voru ennþá allir að horfa á Blitzer. Já, og voru allir lágir eftir Jungle Queen ultið og Blitzer er ekki hægtur, hann fer inn í þetta og GKR fylgir því eftir, virkilega vel gert hann, tekur út 2 og þetta er team kill. Og núna skiptir það ekki öllu að GKR hafi fallið af því að djöflanir, Musteri þurfa bara að setja upp alveg á nýtt.
Já. Hann verður kominn innan skams. Gullos mjög lágur á Reaper, kemur út. Koma út, rally báðu megin, enginn að falla ennþá, jú, snarskaufur, þetta er ennþá jafnt, 4 á móti 4. Gekko er hins vegar virkilega lágur, þarf að reyna að lifa af, þannig næði ekki. Gullos á Reapernum er að gera það sem að gera þarf þarna. Blitzett tekur þessu út, báða supporta í liði Musteri. Blitzett kom með annað Jungle Queen út þarna. Rosalega var hann fljótur að byggja þetta og þeir ná að standast pressuna ennþá. Viki er ekki farinn út. En mér sýnist þeir þurfa að bíða eftir liðsfélögum hana sem eru alveg að koma. Mikil pressa sem sett á Blitzett þarna frá Doomfistinum og hann þurfa hann búið í burtu úr öxin sinni, kemur út Olbetari frá Magnúsi. Musteri þurfa að gera eitthvað með þetta en á sama tíma eru þeir bara að bakka út djöflar, mjög vel gert. Lenso er eins og þarna virkilega lág, náðu þeir að fylgja þessu eftir, já, fara inn, Blitzett sömuleiðis virkilega lág, nú verður Blitzett að deyja. Gullos með ultið sitt þarna, tekur út 1 og overtime, náðir punktinum í gegn. Sem þýðir að þeir fá 1,5 mínútu fyrir að ná 3. punktinum. Já. Viki og ult í boði og það er djöfla megin. Já. Næstu í 2 reyndar. Já, Snar þarna í raun og veru er eiginlega hægt að segja að hann sé með, en ekkert á hins vegar hjá Musteri þó að Viki sé nú reyndar glæpsamlega fljótur hérna að byggja þetta upp þegar hann fer inn. Snar tekur hins vegar þetta út, Gullos snemma, er með bleitið, ákveður hann þurfi ekki að nota það núna. Þar sem að þeir eru nú þegar að bakka og stúfur ætti að falla, eða hvað. Sama tíma er Viki aðleit, það er verið að ýta baklínuna hans alveg inn í spawn, þannig að hann er enga aðstoð að fá. Lenso gerir vel hérna. Fellur hins vegar, Viki hálfur, er hnífaður. Snar fellur með bleit, GK er með út. Ítt í burtu það þarf að bakka þarna, hvort sem það var. Kemur út, Orbitar er frá vari, hann stúfur svarar og hann er stönnaður út úr útlinu sínu Blitzett þarna. Nú, þetta er nákvæmlega þessi þeir þurftu í Musteri. Nú verða þeir að halda byggja áfram á þessu og vinna þennan fight hérna. Fljótt og örugglega, stúfur má ekki deyja, Viki sömuleiðis. Sjáum inspirið hjá Brygg, hvað þessu mikið líf hún færi að býr til fyrir sig og aðra að sjálfa sig kringu sig þegar hún er að svinga. Og Gullos er með ult, Skaufur er alveg að fá ult og eingöngu Lenso með rally til þess að svara og Viki fær ult hérna sömuleiðis. Þeir hafa ekki hugmynd hvað Gullos er en Magnús fellur, þetta er ekki gott. Nú verður Snar sömuleiðis, engin supportar í boði fyrir Musteri. Gullos fellur, 4 á móti 2, Viki er að reyna hérna, Skaufur sömuleiðis með ultið sitt og þeir fara af punktinum. Viki ultar þarna og kemst ekki nógu hratt niður á punktinu aftur. Það er alltaf leiðilegt að lenda í þessu sem Doomfist spilari að ulta og fara strax aftur niður en það er bara of hægt. Já, af því að overtime var búið að vera lifandi svo lengi og það þarf svo lítið. Þetta er svo stuttur tími sem þú hefur til þess að koma þér aftur á punktinn. Þetta er bara lítið sem ekkert í rauninni. Já. En sjáum hvað þeir ætla að halda í sama hérna á attackinu sínu. Djöflar og Musteri með mjög áhugaverða DPS-línu hérna. Ash frekar eðlilegt pick en Mei. Já. Hvaðan kemur þetta bara? Á Circuit Royale? Af öllum möppum. Er þetta ekki spurning að reyna að loka á Blitzett þegar hann fer inn? Mögulega, en mér finnst samt eins og það gæti alveg
vel klikkað af því að GKR fylgir því bara eftir. Hann er að Reaper, hann mun bara labba Já. á vegginn, halda inni vinstri músatakanum og hann þarf 2 eða 3 skot og þá er bara 1 af 4 farin niður af þessum meðvegg. GK er komin inn þarna, fellur fyrir skauf, full aggressífur þarna. Þetta er engum, neyðar út sjátið, kemur út veggurinn þarna, neyðir hann til þess að taka aðeins öðruvísi leið. Hann er mjög lágur, en Varian er að ná að halda honum á lífi ennþá í þessum fight þarna. Og Blitzett nær að eigna sér stöðuna og á sama tíma er kartið að mjaka sér áfram, hægt og rálega. Viki komin inn í baklínuna, Blitzett sömuleiðis að gera það sama. Slóið frá Mei af er íttan í burtu, ná ekki að finna sér killið og Gullur sem pullaði niður á Meiinni er tekið niður snemma. Nú er það 5-4 fyrir Djöfla og þeir þurfa að ná fleiri killum hérna því að Musteri eru að bakka. Skaufur tekur þarna út Snar. Skaufur ætti að ná að halda lífi, nei eða hvað, nei. Þessi hnífur frá Blitzett setti djöflana bara alveg upp fyrir næstuð í allan punktin. Já, algjörlega. Viki nær auðvitað tilsunu en það er Orbeldarey á leiðinni frá báðum liðum. Bob sömuleiðis frá Skauf. Spurning hvað fáum við sjá þarna. Stúr fellur snemma fyrir Blitzett. Vekkurinn gerir ekki mikið. Gullur svo lár. Núna er þetta 3-5. Hvað nær Viki að gera? Hann er virkilega, hann nær últinu sínu hérna. Magnús kemur, Skaufur sömuleiðis með út en þetta er risastórt allt í hérna frá Blitzett. Varian tekur út Magnús, Skaufur fellur fyrir Snar og Viki er að reyna hérna eins og hann getur en hann getur ekki meir. Nema nær út til Lenso hérna sem skiptir í raun og veru engu máli í þessari stöðu. Nei, en ég veit ekki hvort að þú tókst eftir því, en bara supportarnir hjá djöflunum höfðu ekki neinar áhyggjur af einhverju pressu frá Vika af því það var engin annar í Musteri sem að gat virkilega staðið á punktinum. Já, Þannig að Viki varð að standa á punktinum sem þýddi bara supportarnir hjá djöflum stóðu upp á hægrandi og bara voru að pumpa út hílið. já, Bobbin hérna náði ekki inn á punktinn. Snar með bleiti, fer á Stúf, þeir svara með Mei últi. Blitzett eins og það tekur út Stúf, það kom út rally hérna frá Lenso líka. Snar er virkilega lágur en hann nær að komast út lifandi. 5-4 hérna, djöflar, risastór pöns hérna frá Vika. GKR að sniglast, þetta gæti orðið risastórt en það er bara of seint, það verður að bíða betri tíma. Þeir hafa enga hugmynd hann. Hann ætla bara að bíða. Nú er þolinmæðin sem að skipti máli af því að þeir er aldrei að vita að einhver snúi sig við, einhver ástæðu og þá viltu ekki að neitt sjái þig. Og þarf að krátsa hérna til þess að búa til þess lítið hljóð og hann getur. TP er inn og þeir vita að þá af honum og kemur út, nær út Skaufinn sem þetta með hjálp frá Snar. Og Snar fylgir því eftir, 3-5 hérna. Viki neyðist til þess að nota ultimate sitt. Stúfur notar rally. Snar fellur. Já, þetta er bara að líta aðeins betur út hérna fyrir Musteri. Þetta er vinnabúl þegar Stúfur fellur og Varian kemur út með Orbeldarey og þetta ætti næstu því að vera punkturinn hérna fyrir Djöfla. Því að Musteri þurfa bara að bakka. Viki er reyndar lifandi, hann nær að stála punktinn í einhverja smástund og Gullos er nær. Magnús kemur út, þeir ætla að reyna hérna, kemur út 4 manna Queen út frá Blitzett og þá er punkturinn kominn. Hann þurfti ekki einu svona að skjóta þá. Nei. Hann bara ultaði allir nógu lágir í anti-fági híl og það bara smá blíd og þeir fjallu allir. Já. En gæti hafa verið mjög dýrkeypt fyrir það hins vegar af því að þeir eiga engin ult núna. Nei, eru hins vegar nálgast bæði TPS útinn. Eingöngu Bobby Bush. Blitzett fyrir allt og framalega þarna, ég veit ekki alveg hvað þetta var. Af því að þú sér það að baklínan hans er lengst í burtu og meðan er Viki að skapa allan usla sem í heiminu sem hann getur. Og þeir ná Lenso og ætla að fylgja eftir á GKR.
Blitzett kemur þarna og tankar fyrir hann. Vel gert, Varian sömuleiðis, kemur og hílar hann. Skaufur! Nei! Fellur þarna risastór hnífur og núna fara bara djöflar á fullri ferð áfram. Eru með bæði DPS-völdin sín hérna til þess að ná að hamra jafnið og kemur einmitt út snar þarna. Tekur út báða supportana og hann enda á að Gullos virkilega lágur, fellur þarna fyrir rest. Vikki að reyna, Vikki þarf bara reynilega að bakka út og þeir eru ennþá með Reaper og Rally alveg að detta í. Já. Bob gæti verið dýrmætur þetta til þess að reyna að halda pressu á punktunum, einhver til þess að stála punktinn, kemur út af þeim með Bob. Á sama tíma er GKR bara á skaut í baklínunni. Nær einhvern veginn út Vikka þarna, fellur fyrir Vikki hins vegar. Skaufur að skjóta, þeir eru allir börningarnir sýnist mér. Stúfur í Rally, nær ekki að halda sér á lífi, snar er að hreinsa upp hérna með hjálp frá Blitzett og þetta er komið. 3-1 djöflar. Og til að koma inn á það að þá er það sem að þú gískaðir á fyrir leikinn. Já, þetta var mitt prediction. Ég reiknaði hins vegar ekki með svona skemmtilegum leik. Það var rosalegur leikur. Virkilega vel spilað hjá báðum liðum. Og algjörlega fram og tilbaka og flott pöns þarna í loftinu hjá Vikka. Þetta var svona dæmigert Vikka Doomfist spil, bara sína hvað hann er góður á þessari heiti. Já. Og þá erum við með fyrri lið í úrslitum. Þá eru djöflar komnir í úrslit sem að verða 23. nóvember. Já, endilega mæta upp í að rýna þess vegna og horfa á leikinn. Mynda smá stemningu. Já. Og Musteri á sama tíma verða að spila í þriðjæðsleiknum sem að verður sama kvöld rétt á undan. Erum að fá góð djöfla í viðtal rétt strax. Ok. Við erum að fá hérna Helenso og GKR, verið þið velkomin. Já, þakka fyrir. Takk fyrir. Þetta var svakalega leikur hjá ykkur, virkilega vel spilað. Takk. Takk fyrir. Reiknuðu þið með Doomfistinum fyrir leik? Já, mjög augljóst að Vikki væri að fara að spila Doomfist. Já, reiknuðu ekki með að Endertat yrði á tank? Við vorum var við það að það gæti gerst. En við höfum þá ekki beint hugmynd hvað hann myndi spila. Hann spilar oft Þarju, hefur spilað á Rislu, þannig að við vorum bara reddið fyrir Doom eða eitthvað. Já, þannig að þið voru undirbúin fyrir hann Doomfist sem að sýndi sig á öllu nema Kings Row. Það sem að það gekk ekki alveg upp kannski eins og átti að gerast, en ég meina skítur skeiður. Er eitthvað sérstakt sem að þið tóku eftir að fór úr skeiðis á þessu Kings Row mappi sem að þið þurfa að bæta eða? Þetta alltaf eitthvað til að bæta, en við vorum sem bara eitthvað, ég held að við höfum bara verið smá svona kærulaus bara. Fórum bara í Kings Row og við ekki bara gera þetta, jú, gera það. Og ég einhvern veginn held að við höfum alveg getað að spila meira competitive og bara tekið Kings Row ef við höfum lokkað inn, sko. Þannig að ég held að það hafi bara verið svona klassískt kæruleysi sem að gera stundum þegar maður er að keppa eða whatever. Maður heldur maður sé með eitthvað, þá missir maður það. Já, og sérstaklega þegar þú vinnur fyrsta mappið svona örugglega 2-0 þá kannski færði svona smá í hausinn, ég meina við erum bara með þetta, fuck it. Já. Við erum ósigrandi. Smá þannig væp, sko. Það ákveður bara þegar, þetta er bull, við skulum bara lock in og bara... Skulum ekki underestimate Musteri, sko.
algjörlega og bara stundum þarf maður bara að fá smá kalda tusku í andlitið til þess að loksins vakna og þeir sýndu það svo sannarlega á möppunum sem komu og virkilega vel spilað á Hana Oka. Þið voru greinilega eitthvað undirbúin í það eða? Búin að æfa það svolítið. Já, við erum búin að spila það nokkuð sko og en já, í raun og veru búin að spila eitthvað sko. Já, ekki oft sem að sé liðið fara svona rosalega langt ná öllu nema einu stigi á klass. Þetta er bara svo viðbjóðslega erfitt að fara alla leið á þessu game-móti. Það er bara... Já, ég held að við vildum bara, ég man að Snar var að kolla, við skulum fara bara all in, förum alla punktin, reynum að vinna þetta hérna, bara tökum þetta. Þannig vibe sko. Já, og ég meina þið voru með ultinn til þess og þetta var virkilega nálægt þarna. Þetta er bara af því að spawnið þeirra er svo rosalega nálægt að öll killin ykkar eru í rauninni hálf fyrir hverja þeirra eitt af því að þið eru svo miklu lengur að koma tilbaka heldur en þeir. Já, einmitt. Þannig að, en svona hvernig fannst ykkur svona yfir höfuð leikurinn ganga hjá ykkur? Eitthvað svona sem að stendur upp úr? Ella? Eitthvað sem stendur upp úr. Við erum alltaf búin að bæta ykkur rosalega mikið communication. Nei, Gaukur, far þú í mál. Helena er í basli með röddina sko. Hún er alltaf búin að vera öskra á fullu í koms. Kom drottningin sko. Láta ykkur heyra það. Nei, já, ég meina, mér finnst liðið bara alltaf að vera betra og betra sko. Við erum öll frekar svona locked in. Reynda vill Snar koma framfæri að hann er ekki búinn að vera í tölvunni í svona 3 vikur eða eitthvað. Hann vildi að það væri alveg skýrt sko. Já, reportið kemur fram. Bara svo að dominationin sé meira sko. Já, algjörlega. Hann þarf nú ekkert að fá uppbytun þegar hann er settur á Genji. Það bara gefðu manninu mús og lyklaborð og bara go ahead sko. Það er satt sko. Það var mjög góður. En það er búið að vera mikið stígandi í liðinu ykkar yfir tímabilið. Fyrsti leikurinn ykkar var á móti þessu liði þar sem að þið í raun og veru töpuðuð örugglega 3-0. Og núna svariði þessu svona með 3-1 virkilega sterkum sigri. Það var ég náttúrulega ekki komin í liði sko. Þetta er allt ekki að þakka. Já, hlaut að vera. Það var eitthvað svoleiðis. Það var eitthvað þannig sko. Já, það var eitthvað þannig sko. En já, ég er bara mjög ánægður með team spirit og bara mér sáttum með þetta lið sko. Og þið stefnið, hljótið bara þá að byrja undirbúningin strax fyrir úrslitaleikinn sem er ekki núna á laugardaginn heldur næsta. Já. Það sem að þið svo sem reynda viti ekki andstæðinginn en þið getið svo sem byrjað að undirbúa ykkur þrátt fyrir það. Já, við erum búin að vera með augun á úrslitunum bara, ég veit ekki, bara frá byrjun eiginlega sko. Já, og við veitum öll hvaða lið er nú líklegra eftir hvernig þeir fóru í gegnum deildina, Bölvunstrákarnir. Já, ég er samt trú á því að Berserkir sko lokki inn sko. Ég hef miklu trú á Berserkjum sko. Mér langar að sjá Berserkir setja meiri fight því að það eru góði spilarar þar og sérstaklega eins og ég er búinn að vera smá að spila með Wildpants og það er mjög klár spilari sko. Og mér finnst svona eins og að kannski sum lið þurfa bara að lokka aðeins meira inn, vera meira fókusst og hafa trú á sjálfum sér sko. Því að þó svo að Bölvun sé búinn að standa sig vel, þá er þetta allt manneskjur að spila í opnudeildinu OS Ísland og það er alveg hægt að vinna það. Ég meina þú setur 10 manns í lobby og það er bara fyrstur í 3 og þá getur hvað sem er gerst, saman hvaða liðið eru eða leikmenn. Það er bara... Einmitt. En ég er til í að spila á móti báðum liðum sko. Það var skemmtilegur leikur á móti Bölvun síðast. Það var líka mjög skemmtilegur leikur á móti Berserkjum, þannig að við erum heldur bara til í bæði sko. Þið hlakkið bara til að spila í úrslitum? Já, það verður geggja. En MVPs í báðum liðum? Elna? Það er erfitt að velja frá sínu liði sko. Jú, ég verð að segja að þú Gaukur allavega. Ég vildi gefa þér shoutout fyrir að vera kletturinn í þessu liði, halda okkur uppi og
koma af og til með svipuna til að segja okkur að þegja og alltaf grifefni. Hún að tala svipur hljóð, ég ger bara hljóð svona. Já, Ég nota aldrei alvöru svipu, þetta tölvuleikur, Nei. við hittumst ekki, við erum bara í tölvunni, við erum nördar, við hittumst aldrei, engin alvöru svipa. Skulum hafa það á hreinu. Takk fyrir það, Helena. Ég myndi segja fyrir okkar lið, þá myndi ég segja annarkvort sko Snar, mér fannst allir spila mjög vel sko. En ég myndi segja núna Snar, mér fannst hann að vera mjög góður sko. Og líka út af við erum ekki búin að skrimma nóg mikið með honum upp á síkastið. Hann er bara búin að lifa sínu góða lífi og þá fann ég bara presence hans núna í liðinu og hann kemur með góð calls inn á milli og líka bara ógeðslega góður DPS. Þannig að hann fær mig shoutout og svo er svona side shoutout og það er á Helenu því að Helena byrjar í liðinu sem gold og leikinn sem við erum að spila núna er alveg 100% skilurðu mid-masters upp í GM leikir og hún er að halda í við það tempo og það er geggjað sko. Það er mikil bæting sko. Þannig að mér finnst það að vera mjög gaman að vera vitni að. Algjörlega. Já. Fegurðin í almenna bikarnum með tölvulistadeildinni einmitt það eru spilarar á öllum stigum leiksins sem eru að mætast og við erum ofta að sjá einmitt spilarar sem eru kannski rankaðir ekki eins hátt sem eru einmitt bara að standa í og bara gefa virkilega keppni við þessar sem eiga að vera herra rankaðir betri spilarar. Það skiptir bara engu máli í liði 5-5, þú veist, rankiðin þegar þú ferð inn í lobby, bara það geta allir performað. Einmitt. Ef ég segi MVPs í hinu liðinu, mér fannst supportarnir vera alveg góðir að halda liðinu sínu lifandi sko. Það var mjög ofta sem að leikmennir var farin niður í bara 1 HP en þeir náðu að halda gangandi sko. En svo fannst mér, ég held að MVP shoutout mitt sé Gaufur, ég held það, altså mikið nöfnum, ég er ekki mikið að fókusa á það þegar ég er í leiknum. En ég held að Gaufur hafi verið að spila vel, var það ekki hann sem var á Sojourn? Jú. Já, mér finnst hann verið að spila vel og Viki er náttúrulega með mikið presence en málið er að Viki er að spila Doomfist og það er einhvern veginn fyrst með þegar maður svona finnur út úr tempóinu á Doomfist þá einhvern veginn finnst maður aðeins þægilegra að spila. En í byrjun þegar það er óþægilegt tempó og maður skilur ekki hvernig maður vinnur úr því þá er Viki mjög góður en þegar maður finnur út úr tempóinu þá finnst mér eins og að þau auðvitað að countera. En ég ætla að gefa hérna Gaufur MVP. Já. Eru þið með einhver shoutout svona áður en að við sláum botnin í það? Helena, ert þú með eitthvað MVP í hinu liðinu? Ég er alltaf sammála sem þú sagðir, ég var ekkert mikið að fylgjast með. Já. Nógu mikið að gerast. Já, ég er alltaf búin að shoutout mitt shoutout, vá, já. Já, nei bara ég vil bara shouta þetta aftur á OS Ísland og fólki sem er að horfa eða í chatinu eða eitthvað skilur. Mér langar að peppa þetta meira upp, þetta er svo gott samfélag. Mér langar að setja meiri spennu í þetta og nú við þurfum að fara að betta. Nei, ég styð það ekki. En meira bara emotionally betta á að þetta sé gaman. Við bara bettum á lið með tilfinningum og svona og setja meiri stuðning. Ég peppa það, það er shoutoutið OS Íslands samfélagi að peppa meira. Takk fyrir það. Yes. Þá segjum við bless við ykkur í bili og fáum inn Vikka í staðinn. Ó nei, líka shoutout ykkur fyrir að kasta, takk fyrir. Takk fyrir það. Og takk fyrir Keith eins og alltaf, takk Keith. Ok, skilja hvað að Vikka. Fyrir það. Skilu því. Ok, bye. 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 Góða kvöldið. Halló. Vertu velkominn. Hvernig eru svona fyrstu tilfinningar eftir þennan leik? Það er, sko, ég er bara helviti góður. Áður en á ég kveikja á kamera. Ef þú Ég getur get það. gert það, ef þið viljið sjá Ronny. Já, ok. Ok. Sjá.
Hey guys. Þarna er maðurinn. Já, núna með ég spyrir með spurningar. Já, svona fyrstu tilfinningar eftir leikinn hjá þér. Sko, af því að ég persónulega spilaði mjög vel og við allir. En sko, þá var þetta mjög fínt. Djöflastrákarnir voru mjög flottir, strákar og stelpur. Ég enda tók eftir. Já, sko. Þeir orðnir mun betri heldur en þeir voru seinast. Eina með þú veist eins og mig, eða hvað flesta, við erum ekki búin að spila eitthvað rosalega mikið saman. Ég til dæmis er ekki búin að spila óratíð svona þannig séð 2 vikur eða eina. Var að spila aðeins í gær og í dag til þess að aðeins að reyna ekki vera alveg klúðraður upp fyrir liðinu. Já. En ef við viljum bæta okkur sjálf, þá gætum við spilað aðeins meira, skrimma meira, spila meira. Sérstaklega sko því ég er að spila Doomfist. Og það er ekki beint létt að spila með Doomfist sem tank. Ég hef heyrt það frá vinnum mínum. Já. Og þeim til dæmis, af því að ég er til dæmis mjög aggressive player. Ég elska að vera inn í andlit þeirra 24/7. Þannig að ég, þú veist þess að eitt vandamál sem ég teki eftir til dæmis er að oftast í friðin. Þá reyni ég að kala mjög oft á strákuna að vera bara mjög aggressive og ekki vera feimnir. Það er alveg svo skipti sem að þeir þora ekki alveg að labba inn af því að þau veit ekki kannski að þegar ég hoppa inn það eru kannski 3 eða 4 að horfa á mig. Það er til dæmis bara Sigma. Svo Sörkir núna. Sigma, hann var oft til dæmis bara 1. Það verður til bara 4. Þetta er bara svona miscommunication hjá okkur öllum sem að það væri betra ef við myndum spila meira saman og fara hans yfir þetta. En við erum ekki búin að gera það. Algjörlega, og ég kynst þessu sjálfur með að spila með Doomfist að þetta er bara, og við fórum yfir á kastinu á það, þetta er bara allt öðruvísi, það er engin tank sem spilar eins og Doomfist. Það er engin, þetta er leikstíl sem er bara allt öðruvísi og bara er mjög erfitt að fylgja eftir og þetta er einmitt eins og þú segir, þessu spurningin þú veist, þú ferð inn aggressíft, þú nærð að lifa af. Já. Þeir elta þig og þeir eru ekki með eins mikið survivability og þú, þannig að ef það deyja ekki allir hjá þeim, þá deyja þeir og þú veist, og þá verður maður, og ef þú lendir í því einu sinni, þá verður þú hræddur og þá verður þú ragur og þá ferð ekki nógu mikið all in og þegar þú ferð ekki all in með Doomfist, að þá ertu hvorki né og þú ert, þú veist, fiskur í tunnu. Jöp. Þetta er líka sko, ég er stundum aðeins svo aggressiv en ég á að vera og kannski þetta, stundum að ég lifa af yfirleitt ef þú sér mig eins og að þú ert strákun í djöfla bara einhversum móti. Ef að ég er meira aggressiv heldur en venjulega, þá er það yfirleitt út af því ég er með últ. Já. Þá má ég vera alveg eins mikið án þess að þurfa að ágjöra neinu. Algjörlega, þú kemst alltaf útlifandi. Já. En þú veist, ég veit bara, ef við myndum spila meira saman, þeir myndum æfa hans mér hægt rólega að spila með Doom, það myndi okkur ganga miklu betur. En þáttur það voru strákunni svona mjög flottir í kvöld. Já, við vorum allir að spila virkilega vel hjá ykkur í Mystery, bara, og sérstaklega á Kings Row, og ég held að hafi komið þeim algjörlega óvart. Já, sko. Ekki oft sem að sé Doomfist á Kings Row. Nei, ég reyndar, mér finnst Kings Row mjög fínt map út af því að sko, þetta er eins og fyrsta point í attack. Þetta er low ground og high ground og öll svæðin upp og niðri eru svo close, þannig ég er alltaf með veggi, ég er alltaf með angles til þess að fela mig á. Ég get verið að tröflaða frá hvaðan svo get ég fengið góða punches og það eru veggir út allt, þannig að mér finnst það mjög gott map fyrir mig persónulega. Já, algjörlega. Saman með Circuit, ég veit að mjög margir hugsa, þetta er Sigma double sniper map. Já. Hún er useless. Þá það er bara kæft út af því ég get ógeðslega oft hoppa bara yfir þakkið, tröflað þar, eins og þetta skipta sem ég var tröflað 4 gæja. Það var bara 1 sig, leiði með öll signa, en þá saman tíma þá var þetta bara tank versus tank, basically að tank í enemy team, bara á móti mín lið og ég á móti þeirra lið. Já. Það er basically hvernig þetta var. Algjörlega. En já, og þeim bara, já, verðið bara að spila meira saman og venja skor öðrum. En þið horfið á þetta en að þriðasætisleik, núna 23. nóv, farið í undirbúning bara, við vitið náttúrulega ekki alveg hvað andstæðingur mætið, en þið svona getið svona cirka sett upp það sem að þið þurfið að gera og í raun og veru það sem að þið þurfið að gera snýst minna út á hvað andstæðingurinn gerir og meira á að gera ykkar hluti rétt. Þannig að þið getið farið að undirbúa það. Já. En ertu ekki spenntur? Jú, þetta, ég veit sko að
Bölvin og Berserkir eru mjög sterk liði líka. Þannig að þú veist, þetta verður ekkert létt sko. Erfitt að segja hver vinna þetta því að Berserkir er að vera betri og betri. Þeir eru mjög góðir, spila sérstaklega mjög vel saman sem lið. Saman með Bölvin, saman með Diablo. Diablo eru búin að vera mjög duglegir í að vera betri og betri. Ég bara sé munin á öllum. Það er langt síðan spila mútið Berserkir, en ég bara sé það með því að fylgjast með leikina. Þá eru þið allir að verða miklu betri og þeir eru bara að standa sig mjög vel. Þetta er bara mjög flott hjá þeim öllum. Já, þið bara mætið brattir, auðvitað. Ertu með MVPs í báðum liðum? Sko, þetta er mjög erfitt að segja. Því að sko, í döflum, mér persónulega fannst aldrei að vera eitthvað svona eitt sem var bara of mikið. Það var svolítið bara, þeir eru bara of góð saman á þegnum. Þau öll eru því MVPs, en ef ég þarf virkilega að gefa einhvern MVP, þetta gæti verið smá svona personal. Ég mögulega myndi segja Varian því að hann er mjög góður í að flýja frá mér. Ef það er mjög góður að flýja frá mér þá er það mjög pirrandi fyrir mig og þá er ég basically eigið alltaf miklu tíma í ekki neitt. Já, algjörlega, og abilities og annað. Já, eins og Juno, ég þoli ekki þegar hún flýgur svona upp og ég er eitthvað að reyna að hitta þessu vatni endalaust. Ekki fræðilegu möguleiki að hitta hana, það bara... Hún er með allt og mikið moment. Já. En ef þú myndir kasta því á... En hjá ykkur? Já, það er svona GK-ið að Varian, þetta er mjög erfitt. Snar er náttúrulega alltaf honorable mention, Snar er bara Snar, hann er alltaf mjög góður. Algjörlega, sammála því. Á okkur... Sko... Þetta er ekki líka spurning. Þeir voru allir mjög flottir, þetta er svona svipað. Það er mjög erfitt fyrir mig því mér fannst ekki að vera eitthvað eitt sem var bara ógeðslega góður. Þetta var allt bara mjög svipað. Verð... Vá, veist það, ég veit það ekki. Byrja. Yes. Ætli ég verði ekki að henda bara á Stúf kannski. Það var mjög æstur með Kallats og stressaður sem að gera það mjög skemmtilegt og fínt líka að hafa svona heals. Þannig að bara alltaf, ég mun á hana. Og bara alltaf öskur bara hvað sem er, eins og hann með mjög mikið ADHD í gangi, en ég elskaði það er mjög gott. Og þannig ég held að ég verði ekki á Stúf, hann spilaði allir mjög vel. Og honorable mention á Endertad fyrir að sitja bæna allir tíman. Já. Planið var sko að ef þetta var eitthvað hræðilegt map fyrir mig, þá átti hann að koma inn á. Þannig að þegar við vorum að velja bara, hann ógaði kannski svona einan sem var svona, eins og segja þetta bara svona mjög mikið svona team communication diff, finnst mér sko. Ég held að hann hefði frekar átt að vera hann óga. Því að sko, ég held að við vorum bara að fara að tapa með andast svona á einu pointi. En ég held að það bara allir stóðu sig mjög vel, þannig ég held ég hendi þessu bara á Stúf. Jó. Ég veit ekki hvað annað ég að velja. Nei, ég skil. Ertu með eitthvað shoutout svona áður en að við hættum? Bara... Já... Það ekki, bara... Allir stóðu sig mjög vel. Allir flottir í kvöld. Ég held ég sé ekki með neitt meira. Nei, ekki málið. Þá bara... Jú, shoutout á casturinn, þeir eru geggjaðir. Takk fyrir það. Þeir eru mjög flottir þarna í casturinn. Takk fyrir það. Þá bara sjáumst við 23. nóvember. Já. Bara takk fyrir í kvöld. Vertu bless. Takk sem leiðis. Þá fáum við Rúnar aftur inn, en svona, við erum alveg að hætta, en svona síðast ætlum við að koma inn á. Það er á morgun, annað kvöld, er undanúrslit í tónlistadeildinni, beint frá Arena. Byrjar klukkan 6, þar sem að Dusty og Selir, og svo er Þór og Tröll klukkan 8. Og bara... taka fram að það er ekki á Órus Íslands Twitchinu, heldur er það á Rafíþrótti Twitch channelinu. Þetta er á Órus Ísland. Og hvetjum alla til þess að horfa heima eða mæta, bara whatever, símanum á ferðinni, eitthvað, koma og vera virk í chatinu og skapa spennu, að því ég get lofað ykkur því að þessi leikir verða algjörlega klikkaðir. Þeir verða góðir í alla staði. Það mun
ekkert að þessum liðum tapa með einhverju rústi. Þú veist, það gæti farið 3-0 en það öll möppin verða bara upp á hálsbreyt sko. Já. Þannig að endilega mæta þess vegna upp í arína og mynda bara stemningu. Það er Já. ógeðslega gaman. Ég hef verið í salnum þegar það er svona leikir og þetta er ógeðslega gaman og bara hitta og spjalla við einhverja sem að maður sér aldrei eða hefur aldrei spjallað við í samfélaginu er ógeðslega gaman. Og kannski eitthvað sem er mjög sjaldgæft er að þú getur talað við aðra Overwatch-spilara. Það er bara, þú sérð það ekki nema inn á Discordi í tölvunni á bakvið einhvern tölvuskjá þar sem þú aldrei sjá andlitið á þeim. En ef þú mætir upp í arína þá færðu að sjá andlitið á þeim og myndar þá bara persónulegri tengsl. Þannig að mælum sterklega með því. Já. Og á þessum orðum ætlum við þá að ljúka þessu í kvöld. Takk allir sem að komu og horfðu og voru virkir í chatinu. Verið þið sæl.